Svigrúm bankana til skuldaniðurfellingar fullnýtt að mati Hagfræðistofnunar. Leið hagsmunasamtaka heimilanna til að lækka skuldir myndi kosta 200 milljarða. Húsnæðiseigendur geta ekki gert ráð fyrir frekari skuldaniðurfellingum. Svigrúm bankana til slíks fullnýtt og rúmlega það að mati Hagfræðistofnunar Háskóla Íslands. Forsætisráðherra fól Hagfræðistofnun Háskóla Íslands í október síðastliðnum að meta svigrúm bankana til afskrift á húsnæðislánum almennings og metum leið þær leiðir sem hagsmunasamtök heimilanna hafa lagt til. Niðurstaða stofnunarinnar var kynnt í dag og viðbúið að hún valdi þeim vonbrigðum sem höfðu gert sér vonir frekari niðurfellingar skulda. Það sem við teljum að þegar íbúðalánin voru færð yfir í nýju bankana, þá hafi myndast niðurfærslur sem að nema 95 milljörðum króna. Og ef að litið til þess sem bankarnir hafa nú þegar gert, þá var það í lok október 144 milljarðar hvað varðar niðurfærslur á vegna íbúðalána. Þannig að miðað við það, þá ekki svigrúm til frekari niðurfærsla á þessum grunni. Í skýrslunni lýst efasemdum hvort leiðir sem hagsmunasamtök heimilanna hafa lagt til standist lög, en talið að þær leiðir yrðu dýrar og kostnaðurinn myndi falla á ríkissjóð. Okkur sýnist sem að kostnaðurinn af því að ráðast í almenna flata niðurfærslu eins og hagsmunasamtök heimilanna hafa stungið upp á og nefna nokkra leiðir til geti verið 200 milljarða króna. Þessu hafna hagsmunasamtök heimilanna. Nei, baráttunni alls ekki lokið. Eins og ég segi, þá lítum við svo á að þetta plagg sé í raun og veru ekki sannleikurinn, ef að svo má segja, heldur sé þetta til þess að kasta ríki í augu fólks. Andrea gagnrýnir að Hagfræðistofnun tjái sig lagalega atriði og segir tölurnar í skýrslunni ekki marktækar þar sem ekki hafi fengist aðgangur að upplýsingum frá bönkunum sjálfum. Eins sé ekki horft til mikils hagnaðar bankana eftir hrun. Þingmönnum stjórnarandstöðunar ber ekki saman hvort enn sé svigrúm til að fella niður skuldir heimilanna, en Hagfræðistofnun Háskólans telur að svo sé ekki. Leita verði þó allra leiða til að koma til móts við vanda þeirra verst settu. Hagfræðistofnun Háskóla Íslands kynnti í gær niðurstöðu sínar þar sem lagt var mat á það hvort bankarnir hafi enn svigrúm til afskrifta á húsnæðislánum almennings. Niðurstaðan í stuttu máli sú að húsnæðiseigendur geti ekki gert ráð fyrir frekari niðurfellingum skulda, svigrúm bankana sé full nýtt og rúmlega það. Hagsmunasamtök heimilanna vísa niðurstöðunum til föðurhúsanna og kalla þær fúsk. Tryggvi Þór Herbertsson segir brýnasta verkefni nú að auka ráðstöfunartekjur heimilanna og draga úr verðtryggingunni. Auðvitað verður að koma til móts við þau heimili áfram sem að allra verst eru stödd og það gert með til dæmis eins og vaxtabótum með frekari niðurskriftum, en flatar niðurskriftur held ég að því miður sé ekki hægt að fara út í. Það dyr lokuðust þegar að nýju bankarnir voru færðir undir skilanefndirnar. Svigrúmið var allavega til staðar þegar að ríkisstjórnin ákvað að einkavæða bankana ný og afhenda á kröfuhöfum, þá var tækifæri ekki nýtt. Það eins og þannig að það má ekki gefast upp og við viljum bara að það veri farið þá í að leita nýrra leiða ef að menn telja þessi leið sig úti. Og þær leiðir geta verið í gegnum skattkerfið. Ég held að menn setjast niður og skoða með hagnað bankana, að nýta hann með einhverjum hætti. Margrét Tryggvadóttir segir ekkert nýtt koma fram í skýrslunni sem sé full af rangfærslum. Telur þú að þetta svigrúm sé til staðar að fella niður enn frekar skuldir heimilanna? Já, ég geri það. Ég hef verið að skoða ársreikninga bankana. Það gífurlegur hagnaður. Ég set miklar efasemdir hvað þegar hefur verið afskrifað og hefur verið að reyna að komast að því hvað eru raunverulega afskrift og hvernig spila vextirnir inn í þetta sem eru þá reiknaðir á gengistryggðu lánin. Gunnar Tómasson hagfræðingur segir skýrslu Hagfræðistofnunar Háskólans svigrúm til leiðréttinga á húsnæðislánum ómarktækt plagg og sakar höfunda óskiljanleg vinnubrögð. Forstöðumaður stofnunarinnar vísar allri gagnrýni á bug. Lóa Pindaldísadóttir. Skýrsla Hagfræðistofnunar Háskóla Íslands svigrúm til almennra leiðréttinga á húsnæðislánum heimilanna sem kom út í gær hefur sætt harðri gagnrýni í dag. Hagsmunasamtök heimilanna saka stofnunina pólitískt hagsmunafúsk og fyrirlitningu á heimilum landsins. Gunnar Tómasson hagfræðingur sem starfaði hjá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum í aldarfjórðung furðar sig hins vegar á þessu í skýrslunni, en þar kemur fram að vegna bankaleyndar hafði Hagfræðistofnun ekki aðgang gögnum afslætti á lánasöfnum frá gömlu bönkunum til þeirra nýju og því byggist hún að mestu á opinberum upplýsingum. Það segir sig sjálft að
Þegar að ræða úttekt á því hvort að fyrirliggjandi tölur sem hafa verið setta fram á opinberum aðilum áður, hvort að þær standist skoðun, að þú getur ekki lagt fram mat á því án þess að hafa aðgang að grunntölunum. Þú getur ekki metið stöðun ef þú hefur ekki aðgang að gögnum. Það er einfaldlega það. Það eru vinnubrögð sem bara eru frá mínu bæjartinu séð óskiljanleg. Hagfræðistofnun segir að það hafi alltaf legið fyrir að gögnum samninga á milli gömlu og nýju bankana yrðu leyndamál. Hefðu ekki getað fengið aðgang að þessum gögnum gegn trúnaðarskyldu? Það getur við ekki notaðir. Þið minnist í þessari skýrslu ekkert á hagnað bankana frá hruni sem hefur verið umtalsverður. Þeir hafa hagnast það byrju 170 milljarða frá hruni. Skiptir þessi hagnaður engu máli í því svigrúmi sem bankarnir hafa til þess að fara í almennar leiðréttingar? Svigrúmið eins og það er skilgreint það svigrúm sem myndast við yfirfærslu lána úr gömlu bankanum yfir í nýja. Það er hinn eiginlega skilgreining á svigrúm og ég held að allar fullyrðingar fúsk og að við séum eitthvað að vanvirða fólk og líta hluti ekki nægilega alvarlegum augum. Það held ég sé allt sem bara byggt á einhverjum misskilningi.